Hlaðvarp FM 95 Blö. Það stóra spurningin. Eru þið tilbúin í þáttinn? Og ég held að flestir geti svarað því játandi. FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan frábæra föstudag, frábært veður í höfuborginni og ég vona að sé gott veður annars staðar út á landi. Ég get ekki séð betur með við kortið, en FM 95 Blö hefur hafið göngu sína og við verðum hérna næstu 2 klukkutímana. Í síðustu viku þá var svona smá upprifin þar sem að árið svona eiginlega hálnað, þannig að það fara svona yfir allt það besta sem var búið að gerast á árinu 2020, en við erum hér í þráðbeinni útsendingu. Þannig að það ekki fullur bátur. Strákarnir að klára tökur af Eurogarðinum og fullur bátur verður næsta föstudag, því að þá verður síðasti FM 95 Blöð þátturinn fyrir sumafrí. En það hins vegar, þó sé ekki fullmannaði bátur, en þá þessi bátur helviti góður, þó ég segi sjálfur frá. Alltaf á sínum staðir fyrirliði þáttarins. Egill Einarsson, hvernig ertu? Já, ég hef ekki verið betri held ég. Þú aldrei verið betri? Ég svo nýr. Já, líður þið vel eða? Já, ég hef ekki verið betri. Ég var að heyra núr ég að horfa á þróttaramerkiðina. Já. Ég ákvað að bjalla í Gaðasta þróttara landsins, Sóla Hólm, og spurði gamli hvernig ertu í dag. Og þegar hann sagði mig, Gilsari, ég hef aldrei verið græðarinn akkurat nú, þá vissi ég að þetta er góðu dagur, góðu þáttur. Og það staðfest að hans græðasti þróttara landsins? Já, sko, hann vil meina ekki. Því að hann vil meina Seris 4 og Bjöllinur leikari sem báði græðar en hann. En ég búinn að hringi þá báða. Já. Og þeir voru ekki sérstaklega græðir, bara nei, góður sko. Þannig að ég held að það sé staðfest að Sólmundur Hólm, grínisti, hann græðasti þróttara landsins og það bara stannað því miður. En já, ég hef aldrei verið betri. Ég meina það Sunshine, 19. júni, yfir hverju getið töðað? Já, bara frábær spurning. Það 15-16 stæði. Jó, ekki töða yfir einu. Já. Vel þreytt að frísi þegar að vera búlíða mig hann í júli. Hvað er að gera fyrstu júli? Já, það verið að búlíða því í sumafríða. Já, ég hef engan á að fara frí. Þú myndir bara vilja vera hérna alla fyrstu? Já, hvað heldur mér lági frí í júli? Hata frí. Þannig ég var til að mæta alla fyrstu júli, en ég menna þú ert að búlíða mig frí, launalegt frí. Ég endur ekki að búlíða því eitt eða neitt. Ég verðtakatrúður, ég fæ $0 í júli. Ég endur ekki að búlíða því eitt eða neitt, elsku kallið minn. Þú veist það, ég í frí. Já, ég ekki að gera það, en með okkur í þættinum í dag Kolbarinn, Ásgeir Kolbarins, hvernig ertu? Já, ég góður. Helviti góður. Ég var einmitt að pæla í þessu, sko, það verið að búlíða þig í frí, það klárt. Já, mér langar ekki frí. Nei, og líka búlíðaður í frí síðasta föstudag. Er þessi mæk eitthvað tæpur eða? Ég bara, ekki það heyrist vel í þér. Já, þessu síðasta föstudag. Hástu búlíðaður í frí? Nei, málega, ég, sko, Blöð og Stóni voru off, og taka upp Eurogarðin. Og Richard var mökkaður eitthvað staðar. Mökkaður eitthvað staðar? Ég var á Akureyri með brennslunni. Og saman fyrir eftir 2 klukkutíma. Og þá vantaði eitthvað á græjurnar. Og þú veist, ég var búlíðari frí síðasta föstudag. Zero cash. 0 krónur. Ég er verktakatrúður, sko. Ég með engin fríðindi, sko. Reki getur rekið mig á eftir og það getur engin sagt neitt. Það varst að tala með Sóla Hólm á þann. Ég mitt lendi í þessu, hann stökk á mig í ammælinu þínu. Og það var svolítið óþægilegt. Ég og Sóla erum góði vinnir og þekkst vel. Það var svolítið skrítið og hann svona ruttið svolítið utan í mig og Kolbarinn, erst þú nokkuð að peppa þetta ég sé græðasti þróttara landsins? Ég sagði, já, peppa, þetta ekki staðreyndið það? Og þá sagði nei og greip einmitt í Bjöllin og dró hann og sagði, hérna eru að horfa á græðasta þróttara landsins. Já, hann vil meina það að Sóli, sko. Já, en þú hringdir í Bjöllinu eða? Ég heyrði honum á hann, sko, hann var ekki sérstaklega græður. Það var bara góður. Hvernig sagði það að ég ekkert sérstaklega græður? Já, hann var bara góður. Já, ég bara heldur góður, hann kvíslar allt, sko. Já, ég veit það. Og ég bara heldur góður, ég ekki svo græður, sko. Ok. Þú, hann að leikstir ykkur séri út á landi núna og hann var ekkert græður, sko. Hann að, en það útrætt. Með fulli vinningu, ég elska Sóla Hólm út á lífinu. Hann græðasti þróttara landsins. Punktur. Talandi það, kæra fólk, þá eru við svo heldur betur með góðan þátt fyrir ykkur. Fasti liður sem vennilega, við erum með slúðrið. Síðan ætlum við að henda okkur í kortmyndu. Hvað séum við slúðrið í dag? Það ég. Ok, þannig að það verður lélegt, ok? Varstu ekki að segja þegar við vorum síðan saman að það bara verið fýtt pakki eða? Nú er bara pottið að vera lélegt. Ég frekar peppaði fyrir lélu slúður í dag, sko. Það lélegt slúður getur bara endað að vera frekar gott slúður. Ég hef ekki lofað, þú eru ekki með neitt sem ég þekki engan hana. Það ekki svolítið þannig, Ok, þú þekkir semst ekki Kim Kardashian. Ég þekki hana mjög vel. Það með basically suck on it. Hvort myndir frekar á sínum stað og myndir fyrir Cassie með bæði í dag.
Það er vont. Ég ætla að henda ykkur í dagskrálið sem að heitir Sofa hjá giftast drepa. Ég kom með 3 mjög góða kandidata sem að þið allir þekkið mjög vel. Karlmenn eða konur? Allt karlmenn. Okay. Allt karlmenn. Okay. Og þið sko eiginlega bara besta sem langar þetta. Hvert myndu þið láta hverfa þarna? Það er eiginlega það sem langar meira að vita sko. Það er alltaf það sem er einhvern veginn vesti í söllu saman. Það er nefnilega þarf einn af þessum 3 meisturum að hverfa sko. Við þurfum að velta steinum á eftir. Já, það er klárt og sturlaðar staðreyndir eru á sínu stað og eftir síðan spurningakeppni Gilsarans sem fyrir hvað eru að vinna með í dag Gilsi? Já, sko, ég var að hugsa í morgun þegar ég vissi að Coldfather og Man of Many Richards var með mér. Þá var ég að hugsa sko, hver er búin að eiga betra sumar? Nú er 17. júní búinn og þú veist, minna sumar eru búin að vitum af. Það er komið ágúst bara eftir 5 mínútur og partíð er búið. Þannig ég hugsa, hver er búin að eiga betra sumar fram að þessu moment? Þannig að King of Summer 2020, hver er búin að eiga betra sumar? Coldfather eða Richard? Þetta hljómar heilbríkt. Já. Fyrsta skipti, þannig ég skítrætti við þetta sko. Það er eitthvað ömurlegt tvist. Það er eitthvað tvist. Þetta er þetta ekki gefið, er þetta ekki bara hver er búin að hrista sig meir í sumar og fara oftar á bak og þú veist þetta með tölfræði við það félagarnir? Nei, ekki sérstaklega sko. Svara því, ekki segja mér svona Excel-skjáður ekki og hakar í það og hristið. Nei, ég gerir það endur ekki. Hvað betur þú er að því? Hvað heldur þú að haka oft í það? Ég var ekkert búin að haka neitt mjög oft í það. Ég hef bara ekki haft mikinn tíma sko. Búið að nóg að gera sko. Það með að svo ég svari þeirri spurningu. En það er allavega á hreinu að það er frábær þáttur framöndan. Og Egill, akkur er þetta að senda þetta núna? Spurt og svarað, við vorum búin að tala um það að vera pása frá því í dag. Já sko, nei, málið er, eftir að fréttist að þú og Coldfather var í dag, mailið mitt fylltist. Má ég spyrja, var eitthvað verið að auglýsa það eða? Hvernig fréttist það? Hætti að senda mér e-mail, hætti því. Ég er í fulli vinnu við að íti að haka á því og segja Marcus Red. Hver er að tala um það? Ég bara veit ekki til þess að vera auglýst að við verðum í svo hætti sko. Nei, málið er að hlustendur, þeir eru ekki idiots og það spist fljótt út. Þeir vita að Stoney og Blöður í tökum og þetta spurðist út. Þetta spurðist út eins og þið heyrið, þá ætlum við að koma okkur af stað og ég er að byrja á þessu lagi hérna, bara svona smá sumarfílingur. Þetta endur svo nættu með Vali Börsíkur. Þetta er ekki góð byrjun. Það er rosa. Á besta lag allra tíma. Þetta var Valur Heiðar Sævarsson eða Valur í Börsík Cup eins og hann kallaði sig. Shit, hvað þetta er gott lag. Þetta er nefnilega ég tók þetta í eigum síðast. Remix útgáfa af Endalaus á nætti. Það sunga allir með 80 manns sungu með syngið voru búið og Valur í Börsík Cup sendi mér skilaboð bara sendi mér vídeo á þessu right now og það var rosalegt moment því að sko fólk er á tánum. Ég sagði fólki fyrir þjóðtíð læri þetta lag og takið undir og gerðu það allir. En það gæti ekki Valur komið sjálfur? Ég hefði valið hann fram með þig sko. Ég ætla skeit að fá hann ekki bara nákvæmlega. Ef þú er þjóðtíð aftur í ár Ef þú er þjóðtíð aftur í ár og ringi Vali í Börsík Cup og sérum að Akkur segir við Börsík Cup? Og það hann setur í allt sem hann segir hérna að syngja And so laser nights hann með setu allstaðar hann segir ekki neitt með þessi seti það segir Börsík Cup. Það er komið að slúðri. Kim Kardashian, hún er sögð vera staðráðin í því að bjarga hjónabandi hennar og Kanye West. Nú er það miðillinn TMZ sem segir frá því að þetta sé á brauðfótum. Þú varst þessu alveg Börsík Cup Hún er semst búin að bóka nokkra tíma hjá hjónabandsráðgjafa og allir þessi tímar fara fram í gegnum fjarskiptabúnaðin fjarfundakerfi Zoom. Þannig þau eru semst núna í hjónabandsráðgjöf í gegnum Zoom. Kann ég bara á stígvélinni bara eitthvað, þú veist, bara inn í tíminu og hún er upp í snisti herbyggi og eitthvað svoleiðis. Sko, ég sé ekki fyrir mig Kanye í hjónabandsráðgjöf og þannig vanalega frekar þungur fyrir sko það verið viðtöl að setja hann með fílusvip og þú nærðir ekki mynda honum brosandi, geti ímyndað ykkur hann á Zoom í hjónabandsráðgjöf. Hann veit ekki hvað er að gerast hann er bara eitthvað hann er ekkert eitthvað þátt. Það er eitt sem er 100%. Hún er semst búin að bóka núna nokkra semst líka svona bóka nokkur date á svona veitingastöðum þannig að hún ætla semst að gera allt til þess að þetta fari ekki down the shitter. Hvað þetta er mikið sett upp maður. Í alvöru.
En sko, þá, hún áhuga saman bjarga þessu en Kanye það stendur ekki en það lítur að vera því að hún að sjá skipulegja þetta allt saman, sko. Kanye skýt saman Kim Kardashian. Já, hann bara fegin fyrir að gera þið niður í sig eitthvað annars þar. Já, samt ég Það fljótur að þið. Ég peppa þetta samband, sko. Peppaði þú það? Já, ég bara hrifin að þeim. Þetta er gott par og Gott par, hann segir ekki neitt og þunglindur. Ég ætla að vona að þetta bjargist. Já. Það eru álfur í hjónabandsággjafi. Ég get lofa að Kanye ekki að segja eitt aukatekki orðið þessu Zoom-fengi, sko. Hann sitja og horfi í kameruna. Hann mun ekki opna sem munnin. Það er 100%, sko. Það er líka búið að vera leki á Zoom undanfarið, sko. Þannig að hann mun hugsa það allan tíman. Það er allir að horfa á mig, sko. Var, sáu vídeoðu sem kom á Zoom, það sem eitthvað gæi hélt að hann var búin að logga sig út og hann alltaf sem að byrja að hrista sig. Var það leikið það? Það tók Rikka á þetta. Af hverju fer í þetta? Hvað? Af hverju tók hann Rikka á þetta? Hef ég verið að hrista mig á Zoom með það? Nei, kannski ekki á Zoom. Nei, þetta var svona típist. Ef einhver Íslendingur mun óvart hrista sig á Zoom, þá verður það Richard. Af öllum óhefnum Íslendingum, þá verður það Richard. Gleymur að slöfa webkaminu og gera niður sig. Það er það sem meistar lendi, sko. Og þetta var semst ekki leikið. Það kom allavega eitthvað svona í lokin. Jó, þetta var leikið. Sýtur að vera. Settu bara málið þetta. Ég félagi minn, sem bjóð neðri hann hjá mér í Bögakór, hann var með taktík. Hann setti bara svona teip yfir webcam-drastlið þarna á fartölunni. Áður en hreista sig. Já, og líka þegar maður kemur í heimsókn í fólki og maður sér það, þá hugsa maður, Var hann ekki líka að gefa frá sig hljóða? Já, heyrðist mjög vel í honum. Hæ? Það er bara bergmálum allt hverfið. Hæ? Ég hef aldrei heyrt svona. Ok. Hann vakti bara 203 kópavog þegar hann fór á bak. Og allir sem áttu heim í Bögakór vita nokkuð hvað er að tala um, sko. En þetta er alveg meistari. Leikarinn Brian Austin Green, hann sást núna helgin á veitingastað í LA með raunveruleika stjórninu Courtney Stodden. Green stendur núna að fór hann og Megan Fox í Courtney Stodden. Hvað er það? Ég er ekki bara að segja það var svo lesið að þið myndi fara í apaskít þetta samband með honum og Megan Fox. Green stendur nú að sjálfsögðu í skilnaði við Megan Fox og þau voru að tilkynna fyrir mánuði. Green og Stodden sem sagt sóttu mat á veitingastað. Stodden? Já, og þá lituðu sem sagt út fyrir að vera svona frekar Já, má lesa með Brian Austin Green. Þú veist. Er hún huggulega þessi kona? Ég er nú ekki myndað henni hérna. Stodden? Ég held að þú er svolítið gaman að henni. Hæ? Hvað? Af hverju? Má ég svara spurningum með það? Af hverju heldur að ég hafi eitthvað sérstaklega? Ég er bara, þetta er svona, ég þekki Rikka minn. Új, hvað tókislega maður? Ég bara þekki þig. Hvað? Hvað? Ok, ég ætla bara ég er að horfa að mynda henni hérna. Auðvitað kemur mynda. Ég held að þú er gaman að henni. Nei, ég meina, þú veist. Hérna, ég bara held að þetta er svona Rikkiði gaman að henni. Akkurat. Þú ert svo vakt. 25 ára frá Tacoma, Washington. En muniði eftir hérna Transformers, hérna það sé Transformers. Já. Og muniði þegar að hérna Megan Fox hérna lyfti Putin okkur að gera við bílinn hann í einu atriðinu. Tókst ekki að gera við hann samt? Muniði því það? Já. Ekki mannst út í því? Já. Mannst eftir því? Já. Og hefur gert eitthvað yfir því atriði? Nei, ég hef ekki gert það. Ok. Herðu. Já. Hefur ekki að fara bara í næsta mála? Jó. Herðu, úrslitakvöld Eurovision. Það verður 22. mæ 2021. Undan úrslitakvöldin þriðjudaginn 18. og fimmtudaginn 20. Og Eurovision aðdáendur geta því fara að telja niður. Og þetta verður haldið í Rotterdam nema það er búið að breyta hans reglunum í keppninni. Hingað til hefur reglan verið að aðeins 6 einstaklingar með að vera á sviðinu í einu og bakrættir verða að vera viðstættar á sviðinu til þess að syngja með. Þetta er umulig regla. Já, en það er no more. Hvað er nýja reglan? Þú mátt taka upp tónlistina sjálfa, taka hana upp fyrirfram. Þú mátt hafa þetta á playbacki eða? Yes. Ok, Muscleboy var að sæna sig að þetta beint sko. Þetta var sem við vesinni í Mercedes Club. Þetta mátti ekki vera playbacki. Nei, það er búið að leysa það. Hefði það ekki verið svolítið betra það? Já, það hefði verið þægilegra. Gasmaður var stundum í vesinni hana með trómunnar og þetta heldur þægilegt. Taktinn á því? Já, það verið þægilegt að hafa þetta á playbacki. Já, nefnitt. Og geta að segja mér að má Eurovision vera á playbacki? Nei, sérst bakrættirnar. Ekki allt á playbacki. Nei. Ceres myndi til að syngja áfram eða myndi hóa saman í Mercedes Club aftur. Gasmaður er technically bakrættir. Já, það græði. En byrju, ok, en sko, við erum alltaf komið í það COVID-19 alltaf, við hefðum unni Eurovision. Já. Ok, síðan kemur ykkur veira, cancela Eurovision og við fyrir Eurovision næsta ári. Er ekki lesið að við sendum versta lag allra tíma
og verðum neðstir og bettist og hjá þegar Betsy fara að præsa þetta Þetta er svolítið skemmtilega að lesa hjá Gilsarnum því að ég held þú sért bara eiginlega svolítið að negla þetta sko. Já, þetta er eins og ég sagði daginn hérna í þættinum sko, það eru flestir að fá tækifæri til að senda afturlag. Hversu oft hefur einhver sendt afturlag eða bara geta samið annar lag? Bara Euphoria. Já, og líka sem er rankað hérna nummer 1. Já, bara gerist ekki sko, þannig að allir fá tækifæri aftur og þeir bara, heyrðu, hvað er ég að semja eiginlega? Paldi, við hefðum unnið þetta. Við erum ekki fara að vinna þetta bara 30 ár nú. Já, þú veist, nema bara Valli Sport takið dassur. Það er bara heyr í kónginu. Þetta ég veit að hann er fullið vinna að rækja peningum núna hjá Pipar og það bara segja Valli. Hvað er þetta meilið hans þar? Valgerat Pipar. Þú þarf að heyra í Valgerat Pipar og segja bara Valli þjóðin þarf að vera að halda. En byrju Daði, hann ætlar að fara næsta árið eða ekki? Hann var opinn fyrir en hann vill ekki taka þátt í söngvakeppni sjónvarps. Ég held samt að hann sé það stór núna, hann sé búin að setja sokk í Eurovision og hann er bara að fara að raka inn sko. Hann verður á Iceland Airwaves, hann kemur fram á Melody Festivalin hérna sem er aðalkeppnin í Svíþjóð. Reynda myndi treysta hann til að búa til nýjan hittara. Já, besta sekund gestur hann var þetta kansilað sko, fyrir buddun hans. En það hefur verið gaman að vinna Eurovision en það er ekki gert raskat fyrir buddun sko. Nei. Herru, þetta var slúðrið í FM 95 Blöð. Hér er þetta smástund spurningakeppni Gilsarans hvort myndur frekar og meira til. Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blöð. Alla föstudaga. FM 95 Blöð hér á FM 957. Föstudagur er 19. júni í dag. Við erum hér Rikki G. Egill Einarsson og Ásgeir Kolbens. Þetta er ekki eðlilega gott lag. Þetta er þetta geggjalag. Rosa Weekend. Ég fæ ekki leið á því. Besta erlendalagið 2020. Svo okkar maður Ingo, besta íslenska lagið. Já, í kvöldi gig. Já. Sjöfulli það er gott lag maður. Wow. Það er gott lag. Já, ég sammála því. Það komið að því að fara í hvort myndur frekar og það er ég sem að séum það í dag. Já, ætlaði að beða fólki stilla á bylgjunum nú. Nei, hætti alltaf að plugga bylgjunni. Nei, og ég veit bara að það eru viðbjóður. Já, þetta er ekkert viðbjóður. Og það er fólk að keyra með börn í bílum. Og annarkvæmt setja AirPodsin í sig. Þægilegt viðtal við sóttvarnarlækni núna á bylgjunni, þannig að þetta er bara mjög fínt sko, bara að skipta yfir. Þetta er bara smá hatko en ekkert eitthvað hræðilegt. Smá hatko. 989 Þrjár spurningar sem ég spyr og ég ætla bara að byrja, ekkert að tefja þetta. Strákar, hvort myndið þið frekar taka skot af hóri eða skot af naflakuski? Úr ókunnugum manni. Úr ókunnugum manni? Já, einmitt. Þetta er skot af hóri sem bæði eitt ógeðslega sig eða naflakuski. Já. Sko, þetta hór úr sveittum nafla. Sko, úi bara. Sko, bara bæta því við. Já, sko, ekki það, sko. Ok, byrjum að einu. Hór. Það er einhver í ræktinni hliðinaður, hann er bara svona að hlaupa og sveittur og eitthvað svona. Já, þetta er svona. Já, það er bara svona, það getur við glært. Það getur verið svona basically rákaslags hór sko. Sen getur við verið með einhvern fárum veikan. Nei, ég er ekki að tala um það. Sem er bara nefnmættur og að leku grænt úr nefnum. Ég er ekki að tala um það. Það er ekki að tala um það. Bara basic hór. Basic hór. Þetta er bara skot. Þetta er bara, úr taka skot. Já, þetta er bara skot. Er þetta mixa, er þetta írst hór? Er búið að setja eitthvað? Nei, það er ekki, nei, þetta er bara beint af gamla skólanum. Er þetta lítið skotglas eða stórt? Og þetta væri Opal skot með hóri. Það væri skára. Nei, það er ekki þannig því mér. En veitu, hvernig ætlar að kynkja þessu naflakurki? Hvernig það bara, setur þú það í glasið og þú er bara að reyna að tyggja og kynkja þessu bara. Bara með einn vesopin, keirið, þamban síðan, leiðið búin að taka niður. Þannig ég veltaði fyrir mér hvort ég fari bara í Sko, þetta er kusk bara. Þetta er bara fötin basically sem hann stí sko. Nei, smá sviti og fötin sem hann stí. Þú fær mikið að naflakuski, Rikki, eða ekki? Jú, því ég er með innstæða nafla. Það mikið með það. En sko, ok, gerir engan graða sko núna. Það er engin graða. Það er engin íslendingur sem heyrði að segja þetta og að graða við það sko. Og ég var heldur ekki að reyna það. Bara það var markmið það tókst ekki því miður sko. Nei, en það var ekkert markmið að bara sumir eru með þannig nafla sko. Það er líka engin graður að horfa á því þessari hettupeysu sko. En sko þegar þú segir ókunnugum manni, ég ætla að taka skot, naflakusk, hamreitt vesnið með sænaði minn. Ok, skot af naflakuski, kolb. Ég held að bara verða að vera sko. Ég bara, þetta hórsystem er bara ekki að fungera sko. Ok, hvort myndið þið frekar gefa fyrstu 95% af jafnli eða síðustu 5%? Guð minn góður. Þetta er besta spurning sem ég hef á ævinni heyrt. Hún er svona viðbjóður. Já sko, hversu langt. Ok, líkispurningin er
Hvað er að vinna með langar tíma þessi 95%? Nei, sko, það byrjum á því bara hvað er í gangi. Það fer bara eftir hversu fær þú ert. Já, ég er geggjaður í þessu. Ég er 100% sko. Þó ég ekki verið mikið í þessu sko. Ég veit bara ég er geggjaður í þessu sko. Já, þetta er spurning. Hvort vil þið taka fyrstu 95% eða síðustu 5? Já, Sko, málið með síðustu 5. Getum við rætt aðeins farið það að svélaðinni hvað við gerum við þetta hann að þið kemur í síðustu 5? Má ég leika með það? Það er leikilatrið sko. Ef ég að svara þessa spurningu sko. Ég var ekki búin að hugsa þetta svona langt. Jó, það er búin að hugsa það. Jú, ég meina, fyrst þetta eru síðustu 5. En það bara, eins og sagt er, þú eru bara að fara, förum alla leið. Hvað mennur þú? Förum alla leið. Ég ángriðs þetta ekki á að tala. Hvað þýðir það? Þú bara þarft að klára þetta bara all the way. Sem þýðir hvað, Richard? Þú veist hvað ég er að tala. Nei, bara þú veist, eða hérna Er ekki allir búin að stilla á bylgjuna? Já, ég stel ekki að baða fólk að gera það þaðan, sko. Það er enginn að hlusta það núna, sko. Það er eitthvað teikaður Sko, Richard Hugsa bara eins og þetta kingja vatni, þú voru að kingja þessu vatni. Betur þú komin í það núna? Þetta eskuleitað heldur hratt yfir í að Já, þú verður bara eins og segið, þú ert bara að klára þetta all the way. En þú veist, en þú skilur hvað, Valdís kingir hún öllu þannig þegar þeir eru Æ, ertu ógeðslegur. Þú varst að tala um að það sé bara Ætti að blanda konunum minni í þetta. Ég bara Já, ég menna Ég bara sé að þú talar um það er bara fullkomlega eðlilegt. Já, þetta eru síðustu 5%. Já, fyrstu 5%. Ok, ég ætla bara að lefa að ráða þessu. Mér er alveg saman hvað þú gerir. Nei, getur við bara að fara að hætta að tala um þetta. Þetta er eðlilega óþægilegt. Ég sé eftir ég að vera með hana við Sko, ég get ekki talað fyrir Egil. Heyrist að geti verið öðru sér honum en mér finnst samt eins og sko fyrir mig er þetta svona fyrsta skipti sko. Þannig að ég held ég takki fyrir 95% því að ég geti brugðið og ég vissi ekki hvernig þetta bregðast við hinnu. Egil hins vegar, hann svona einhvern Hann fór bara að pæla mikið í Já, hann fór að pæla mikið þannig að Ég er bara að reyna að fá svör. Settu mig í 95% og við skoðum þetta í framhald af því. Ok, Gilsari. Sjáum hvernig það er hræðilegt. Sko, ef þessi 95% væri bara 2-3 mínútur þá myndi ég sæna minni það, en ég held að þetta bara geti tekið lengur tíma það, en ég geta ráðið svona í lokin, sæna minni í 75%. Ok, þá er það þriðja og síðasta. Hvort myndið frekar horfa á ljósmynd af mömmu ykkar í hvert skipti sem þið eru alveg að koma eða hringi hana í hvert skipti og láta hana vita að þið séu alveg að koma? Hvað heldur þú, hvað gekk, hvað var að frétta þegar þú vaknar í morgun, fyrst þér kaffibotla og samtir þessa? Getur þú bara útskiptað fyrir Íslandingum sem að hlusta á núna? Án gríns? Helvun, þú ert alveg að fara að detta á lista og mamma er að hlusta bæðu við sko. Já, þú ert að fara að detta á lista yfir fólk sem er bara hættulegt, þú veist, bara svona Og hvernig virkar það þá? Er maður bara með, rífum maður bara svona, þú veist, bara upp hérna og bara bak við kotta? Þú getur bara tekið síman bara og ring bara á. Og hvað segir þú í síman? Bara, sælublessu mamma, ég ætla bara að láta þið vita að ég er alveg að koma. Og hitt var hérna Ára ljósmynd á henni. Já, þú voru að sæna minni það. Mögulega geti ekki verið ánað móðu mína með þessum símtali. Það er líka hringina 4-5 sinum á dag sko. Þú veist vanlega heyri í eins og í mánuðu sko. Hún er hægt að svara Kolbáðum. Herru, hvað er það nú að taka eitt? Það er ég vel að sama og Kolbáður. Herru, það er ljósmyndin. Þetta var hvort myndur frekar. Hlaðvar FM 95 Blö. Það er Ingo og lagið í kvöld er gig. Að mínum að þetta er besta íslenska lagið á árinu 2020. Ég held að það besta íslenska lag alltaf tíma. Góðu punktur á Gilsan. Ekki alltaf sammálunum en sveimir þá, þetta er ekki rétt. Herðu, við ætlum að henda okkur í leið sem hefur nú ekki verið lengi. Ég bara fekk þessa hugmynd í morgun því ég vaknaði. Mér langaði bara að heyra klikkuðu hugmyndunum hana. Já. Þetta er hins vegar eðlilegt. Mér langaði bara að heyra ykkur velta þessum steinum. Því að ég gæti actually ekki valið þetta. Þá ætlum þetta erfitt í dag. Já. Þetta er allt menn sem þið þekkið og allt menn sem þið hafið hangið með. Giftast, sofa hjá, upp í sveit. Rúrik Gíslason, Aron Pálmarsson, Ingo Veðugvöð. Skot. Wow. Fuck. Þetta er vel erfið sko. Þetta vanalega hoppar einn á mig svona sem er
sem ég veit að getur borgað reikningana hver mánamót og ég þarf ekki að áhugjur því sko. Þeir ætti allir að geta borgað reikningana. Allir þessir, ég er ekki við sinni þar sko. Allir borgað reikningana sko. Þetta er satt veistu hvað er ekki. Það er satt, vanalega þú verður inn að leik og hefur eitt sem svona er hægt að senda þægil upp í sveit sko. Já, það er svona, að því ég var að hugsa í morgun, ég gæti held ég ekki valið. Mögum okkur bara að fara í lag. Hvernig er senda í sveit þarna? Hvernig er senda í sveit þarna? Þú verður því miður bara Rúrik, Aron og Aingo the Weatherman. Því senda neitt í sveit sko. Þú verður að gera. Sko alltaf segi sig einhvern veginn svo sjálft að maður vil til að gera niður Rúrik. Bara svo allir eðlilegur á Íslandi. Ég hoppaði strax á mig. Eins og allir eðlilegir Íslendingar. Það vilja allir Íslendingar gera niður Rúrik. Það er bara einhvern veginn sko. En hann var líka sko. Var hann ekki líka svona eiginmaður líka sko. Það ekki. Því að hann elskar að vakna á mótnana og fara út á svalir og fá sér a cup of coffee og hann er með fatalínu og sitt eigi gin og það verður ekki vesinn eftir fótboltaferilinu finna hvað að gera hann líka ykkur huggulegst líka í heiminn að verður male model og sína hann skemmtilegur og sko ég er spáð bara kastu sér bara þig Kolbari þetta fá mér að hugsa þetta ég bara get ekki valið. Vá, ég var svo ánæður og þú varst komin svo mikið flug með þetta ég hugsaði bara að þú klárar þetta fyrir mig. Ok sko, málið er ég hef verið hjá Aroni í his mansion í Barcelona. Hann er með mansion, það er sundlaug, það er körfuboltavöllur, tennisvöllur í garðinum og hann er með Karolínu sem þú segir henni bara hörðu ég var til í omeletti í vatni fyrramálið og það er klárt. Það er lítið þægilegt, ég verði að viðurkenna það. Lítið þægilegt, já. Og þetta hendaði mig vel, ég var síðast þarna. Ég held að það sé að luxury life, Barcelona, sunshine, Messi heim í göttinu hliðin á, sænaði minni það. Nú ætlar að giftast honum. Giftast Aroni Pálmarsson. Besta handboltamann í heimi. Ég er ekki komin lengra með þetta. En byrju þú Málega, ok, ég renni inn í Rúrik. Hvað, ég drepa Ingo Veðugu? Já, þú varst basically að segja það. Besta tónlistamann í heimi. Já, basically að segja það. Og þú varst að segja það á sama tíma og sagðir að þeirst að hendi inn einum svona sem væri ekki alveg nógu góður. En málega, ég er komin í vesinnan og það segir sér sjálft að þú ætla að rífa niður Rúrik, sko. Já, þannig þú ert basically að segja að þú ert að fara að kill, þú ert að fara að drepa Ingo. Við vorum í hádegismat með honum áðan. Samt get ekki, sko, það hann er hæfileikaríkasti tónlistarmaður frá Íslandinga og ég drepa hann bara. Kolbari, þú taka við, án grís. Nennir að halda það saman? Er ég ekki í þessu leika? Já, það er mjög þægilegt að þú hvernig þú að senda í sveit? Vist mjög þægilegt að þú skulle vera að pæla í þessu, sko. Ertu með eitthvað hugmynd? Er ég með eitthvað hugmynd? Já, hörðu, þegar ég vaknaði í morgun þá var ég með að spá í það hvernig ætlum að leysa þessu. Leist þetta bara Kolbari. Ég hef búin að það er ekki hægt að leysa. Nei, þetta grínast. Sko, útilokan aðferðin. Hvern verður til að renna? Byrja bara, hvern viltu að renna í hana? Er ég að fara að renna í hana? Já, ok. Já, ég menna, þetta er allt hugulegi með henni, þetta er gott að renni það alla, sko. Þetta sé ekki vandamál, sko. Það er eitthvað creepy við að heyra Ásgeir Kolbeinsson tala þetta. Nei, ég held að það sé ekkit vandamál það, sko. Ég held að það snúist ekki það, sko. Mjög hugulega. Þetta snýst þessa sveitaferð, sko. Það snýst hana og já, ég sendi ykkur núnt í sveit, sko. Það sendi ykkur núnt í sveit og hérna, sko. Já, fínt að koma boltinu og hlýpa. Þú tegir bara allir með aftur stólum og þegja nú. Þú ert náttúrulega samt búin að drepa Ingo, sko. Nei, ég er ekki búin að þið. Ég ætla bara að giftast Pálmarsson og það var með mansion í Barcelona. Já, sko. Og það veðrið þar hendar mér helviti vel. Ég held að, sko, ég ætla að hendi giftingu með The Weather God. Já, þú ætlar að giftast Ingo. Hann er bara, veist, þetta er gæi eins og við veitum, hann skiptir aldrei skapi, hann er alltaf eins og sama tíma segir hann bara hvernig hann líður, bara hvernig erstu, það er alveg þreyttur. Hann er brutally honest. Já, brutally honest, veist, hann er hérna, Þetta er góð punktur, ég aldrei sé hann æsa sig. Nei, bara aldrei. Ég held að hann geti það ekki. Hann er alltaf eins. Já, bara alltaf eins. Er þetta að gera hann reiðan? Það er erfitt. Við hittum hann hérna á þann og það er bara hérna, erum við ekki að fara að hitta sig? Jó, Kolbjörn, og bara heyri mig bara áhört og bara alltaf sami tónn. Hann er musical genius. Já, musical genius, ég held sér gaman að sitja í kvöldin og spjalla tónlist og hann er með gítarinn og við erum eitthvað að spila og fyrir mjög útilegu og hver er maðurinn? Ingo Veðugu? Það er bara geggjað. Stundu viltu líka bara geta að leiða upp í sofa og kúra og ekki alltaf með gítarinn ykkur rugli, sko. Nei, ég meina Ingo fyrir líka að slaka á, sko. Pakka gítarinn, hvað er þetta? En allavega, ég er að fara að henda í vönd Giftast Aingo. Já, ég ætla að giftast Aingo. Það er ekkert vesen að borga reikningarna, sko. Nei, ekkert vesen þar heldur, sko. Og þá er þetta spurning hérna tvo meistarana og þá ætla ég að varpa samt yfir þig, Egill. Að boltin komið til mín. Ég þarf eiginlega að fara að fá svar, drengir, sko. Já, Rikki, hafðu þetta bara eðlilega keppni.
Settu bara eitthvað sem þetta er að velja þetta. Þið verður bara að gera það. Sko, Ingo veit alveg að Rúrik er huggulegur en hann. Það veit alveg. Þó Ingo er 9. Hann er mjög sætur, mjög huggulegur drengur. En ég held að Ingo muni fyrirgeða mér, því ég spjalla við það núna bara hjá blöð núna í amalina sem við vorum að gleyða þetta. Ég held að muni skilja mig því ég segja að þú veist, Rúrik er bara það sexy því miður að ég þarf að setja Ingo út í sveit. Það er bara staðan. Hæ? Hvað er ég að gera? Settur Ingo út í sveit? Það betur að vera að stilla mig við veggina. Hvað er ég að gera? Settur Ingo út í sveit? Hvað er ég að gera? Ekki setja Ingo út í sveit. Já, þetta er leikur, kólfáð. Ég þarf að senda út í sveit. Ok, hvernig ætlar þú að giftast? Ekki vel. Sko, já, ok. Senda ykkur út í sveit. Sko, ég Þú ætlar að giftast Ingo? Já, ég ætla að giftast Ingo, sko. Ok, hver það svo? Sko, já, þetta er mjög erfitt, sko. Svaraðu. Gæti, sko, mögulega ég þekki Aron minnst frábægæi, þekkjan minnst verða skullum upp í bíl og kerra Í sveit? Já, bara þannig. Já, bara, þú veist Já, hann tekur þann skell. Já, hann tekur þann skell, ég veit það, sko en helviti leiðilegt. Og ætlar að renna inn í Rúrik. Ég er að spája Aron Pálmarsson upp í sveit og Rúrik var fyrir valinu að sofa hjá en Ingo og Aron Pálmarsson settur upp í sveit sikkort af þeim Agli og Kolbarnum. Þetta tókst og við skuldum auglýsingar. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Þetta er Dua Lipa og lagið heitir Break My Heart og þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við erum bara að bíða eftir Agli, hann þurfti að henda sér á dolluna. Já, það gerist Gerir svona endrum og eins en það er komið að spurningakeppninni og meðan að Gilsarinn er að koma sér í stúdíu þá ætlum við bara að heyri í trailernum. Spurningakeppni Gilsarans er næst. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Það er nefnilega það. Hefur aldrei komið til tals að búa til styttri útgáfu? Já, þetta er bara með styttri trailerum hjá hann er bara ekki um 1:40 sko. Já, þægilega 15 sekúndur kannski. Mér finnst bara að þú búið að leggja vinnu í trailer að spila hann allan punktur. Já, þið veist það. En það er King of Summer 2020. Konceptið er hver hefur átt betra sumar sko, til þessa. Ég er ekki útilokað sko, að það muni sé að snúast við og svo sem sanga þessari keppni á verra sumar muni sé að eiga betra sumar skilur að frábæra júli. Getur vel verið að segja hann sko. Svo er ekki, þú kannski geggjaðan júli. Já, vel verið sko. Mér finnst ég samt bara búin að eiga nokkuð gott sumar sko. Já, ég held að það er miklu betra sumar en ég sko. Það bara gefur ljós til niður. Það er klart. Ég er búin að vinna í allt sumar. Það er skemmtilega þess að keppni, þetta kemur ljós. Bara jála að gera það mér sko. Og núna hefst keppnin. Hefur þú farið í golf í sumar? Rétt. Nei, til dæmis, ég hefur ekki komist í golf. Þetta byrjar ekki nógu vel. Nei, ég sagði það, þetta er bara 100%. Það er basically búin að golfa yfir mig. Já, þetta er ekki gott að byrja strax og koma punkt undir sko. Býtu, þetta ekki 10 spurningar? Jú, bara þetta er ekki byrjað þetta betur. Já. Varstu ofurölvi á Sjálandi í Skeri 50? Nei. Varstu ekki ofurölvi? Hvað, var einhver ofurölvi þar? Richard? Jú, það datt inn smá mökka það sko. 2-0. Býtu nú við. Já, skemmti með konunglega. Já, ok. Áskil ekki vel að það verður en you're trailing 2-0. Það er punkt. Hefur þú farið á punk í sumar og fengið geggjaða kolbsteik? Nei, ég er endur ekki hvað í sumar. Ég fór í februar. Hún var geggjuð. Akkur ekki búin að fara í sumar? Nei, ég bara hef Fór í golf? ég fekk kolbsteik senda. Ég sagði hefur þú farið á punk í sumar? Nei. Og til því miður fengið kolb með svönduna og spurt hvað maður bjóður? Kolbsteik. Því miður. Þú fengið kolbsteik? Já, við tiltum okkur hann á 17. júni félagarnir fyrir utan og fengum okkur kolbsteik. Satt hann eitthvað 9 tíma fyrir utan? Já, 9 tíma í sólinn. Kolbarnir kom með úti. Sá þú varst einmitt helviti edru þar það kvöld. Mægari Allt er glæð bara að fá sér einn jökul og Nei, alls ekki. Við köllum þetta líka Punk Garden. Hefur þú
farið í geggjaðan, sólríkan, sumarsleik. Hvað? Bara eftir að sumar er kikkað inn, hefur tekið bara eitt gamaldags leik. Hvar þá, bara úti eða? Já, samt sko, technically er ég ekki að bara það. Hefur farið bara í sólríkan sumarsleik. Já, bara henda já á það, ég kann vel við það. Horny Richard? Ég var búinn að segja já, en ekki að kalla með þetta. Þetta er ógeðslegt nafn. Hvað kallaði þið? Horny Richard. Ég hef það ekki. Sagði það barasta, já. Það er bara af öllum viðnöfnum sem ég hef verið með, það er það nafn sem ég myndi ekki vilja hafa með. Hvað sjá, hvað er við komin? Já, sko, þetta eru rosa spes spurningar sem eftir. Við fattum það núna. Já, finnst þið það? Já, bara svona eftir á vekja. Hefurðu skellt þér í rúmfattalagarinn og meðan að venjulegt fólk var að versla þá reifstu niður þig og hendi þér í sprengingu inn á dínulager? Núna í sumar? Já. Nei. Ég ætla að beða að vera completely honest. Já, hvernig átti ég að hafa gert það? Ég held að dínuloft sé ekki ennþá til, sko. Hvað dínuloft? En ég er rosa hrifin að hlustundu fá Þannig er alltaf mikið gerpið. Það var einhverju sem sendu mér mail, einhverju laddar og sendu mynda einhverju svona dínudóti í rúmfattalæðin. Það stóð held ég Lager Smáratorg. Þetta e-mail: Gamli, var þetta loftið sem hún sprengtir á? Það er fólk að fara ónað mann, sko. Ég elska góða lagar og gómaður, alltaf með skemmtilegir, sko. Já, maður það bara að vonast með það samt, sko. En sko, Rikki, það er mjög þreytt að vera með svona keppni og menn eru að ljúga. Af hverju heldur ég sé að ljúga? Heldur ég sé búin að fara í rúmfattalæðin í sumar og geða nýrum kona minna? Já, sko, eina sem ég geti giskað og sem að geti reynda að bakka þið skilsarn upp í þessu er það að fyrir starfsmenn hafi aðgang að þessum lag. Nei, ég hef engan aðgang, sko. Engan, það er ekkert svona eftir og hættir þá svona fríðindi. Þetta er nei á mig. Þetta er 100% nei. Já, þetta er eins mikið 100% nei að getur orðið. Ég Kolbarn, þú gerst niður í rúmfattalaðinum sumar? Nei, ekki séns. Ok, það er 3-2 fyrir Richard. Myndið þú segja að þú værir hverfisperrin í þinni götu? Hæ? Sko, bara ég klára spurninguna. Já, ég bara vil óska, bara endilega. Það er svona alltaf einn í hverju hverfi eitthvað neginn? Já. Já, svo þetta myndir segja að þú væri hverfisperrin í þinni. Ertu stundum út í glugga í engunum að vesti og okkur svona vesenaður? Býttu nú við, vesti? Þetta tala hérna barnalíðisvesti sem hann var nýjum daginn, eða? Nennum við samt að hætta að kalla þetta það. Hvað? Ekki vera að tala um það. Bara sagði það. Fólk er að selja þetta. Þetta er vinsæl vara. Já, ekki lengur. Já, það er náttúrulega honum að þakka. Það eru heilu vestlanna núna með svolítið. Ertu að segja að því að ég er svolítið í vesti að ég sé þá hverfisperrin? Nei, þú var að viðkynna mjög oft í vesti, sko. Já, mjög oft. Ég sé enga veið mér oftar í vesti en þau, sko. Nei, mér finnst líka bara vesti flott. Þannig að ég er svona, þess vegna ég byrði að vera hreinskilin og svara bara spurningu. Nei, ég er ekki hverfisperrin. Það er alveg 100% nei. En ertu í vesti, samt, út í glugga? Nei, út í glugga, gera hvað í vesti út í glugga? Ég veit, það var spurningin. Af hverju þetta hlusta á þetta gerpi? Nei, var þetta ekki spurningin? Hvað finnst þið líklegt að sé í vesti út í glugga? Ég bara... Þetta er ekki svona heimskur, sko. Nei, ég veit ekki, kannski er ofta eitthvað bara á leiðinu út eða eitthvað. Hættu svo að taka undir með hann, þetta er asnalegt, sko. Svo góð og gokka einn á mótið mér, sko. Nei, ég hef ekki gert það. Ok, Kolb. Nei, bara, já, kynnu sinni vesti, sko. Ok, aldrei eignast það. Sko, þetta er rosa margar spurningu eftir. Hefur þið verið inn í eldhúsi hjá þér með frúnni? Alltaf vera klárt fyrir glæsinlega dinner, en þá hugsaður hei, af hverju að borða þið ekki farið á bak? Þú veist, ég verið að slökka á þessu. Ég verið ángriðs, ég verið að setja í auðlýsingar, sko. Ég har 2 spurningar eftir, sko. Ég har 2 spurningar eftir. Nákvæmlega svona. Af hverju að borða þegar ég get sett á bak? Veist, var það ná? Ég get farið á bak. Já. Ég hugsaði nákvæmlega ekki svona. Ég held að það hef ekki verið að koma kvöldmatur hérna, sko. En já, ég veit hvað hann er að fiska eftir. Þetta gerpi, það með að ég verið að hendi í á þetta. Er þetta fítan á þessu öllu saman? Já, mista þetta út úr sér. Mista þetta út úr sér? Já. Ég er líka hættur að segja hann. Ég segja honum ekkert lengur. Hann veit ekkert meira mig. Já, ég myndi, nei En sko, halda ég þannig, sko. Þetta var sett í sumar, sko. Nei, ég hef ekki gert það. Nú, en þetta er... Þá get ég ekki gefið þig punkt. Nei, já, nákvæmlega, takk.
Það langar, já, mér langar ekki punkt Kóðfáður? Nei, ég bara klára Ok, 3-2 Hefur þú lífgáð upp á tilvöruna og tekið sumarlega, bjarta, glæsilega, sólríka limumynd og sendt einhverjum hefnum? Hæ? Nei, ég hef ekki gert það í sumar Já, bara, við getum hvað sem er Við getum kalkisvinnuðin eða eitthvað frændi eða skilur engum máli hverða það er Ég hef ekki gert það í sumar, nei Alveg látið það eiga sig Richard? Ég hef ekki gert það í sumar, þar ég að faxa þetta til þína Hvað er sumar? Nei, ok, sko þetta er rosalega leðilegt þegar ég veit að menn er að segja ósatt Af hverju heldur ég sé að segja ósatt? Þú sendir Keta Páls kynningsfikli og sölumann í sporthúsinu limit Já, en það er ekki núna í sumar Ertu ekki að tala um í sumar? Hvað er langt síðan að senda Þetta er ykkur 5-6 ár síðan? Ekki sumar Nei Að sumar til Ok, sko, þá er 3-2 þá Þetta er ennþá mjög spennandi Já, frábært, það er ekki spennað maður Hefurðu baðað einhvern í sumar? Ekki Hvað? Baðað einhvern í sumar? Ég skil ekki eins og spurninguna Nei, já, veist Látið það eiga sig Það getur við hvað sem er, sko Það getur hver sem er Já, nei, baða son minn líklega Jú, hvað svo leiðis Já, ég samt, þetta er svona Ég sagði einhvern Þannig að Já, við baða Tiny Kolb já Punktur á mennafinni Kolbs Richard, þú baðað einhvern? Nei, það er ekki gert Ok, núna er Alls ekki. loka spurning Og þið verður mjög hreinskilnir Út af því að þetta er Svo sem svarar núna og vinnur Hann vinnur keppnina Ok, það er ekki Hefur laumað þér fram í stofu Tipplað á tánum Og tekið laumurhristing Meðan konan er grunlaus inn í herbergi Grunlaus Ég hef ekki gert það í sumar, nei Kóðfáður? Nei, Er þetta búið þá? Þetta er punkt, sko Ég þarf engan punkt en af hverju Ég er bara góður Var þetta ekki í sumar? Hvernig Þetta var ekki í sumar, þetta var vetur til Er þetta búið þetta ógeða? Það var spurningakeppni Gilsans Þetta er þann dead tide, sko, 3-3 Já, mér langar ekki einum punkt Ógeðslegt FM 95 Blö Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Nú ætlum við aðeins svona að róa okkur niður og fara í svona virtan dagskrárlið Búið að vera pínu vitleysa í gangi hérna Hvað segir þau? Kompliment aðeins niður? Já, ég held að það sé bara mjög gott Hvet fólk til þess að taka þátt líka með okkur Við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir og það er að sjálfsög eitt kjaftaði þarna og þið er að spotta það út Já, ættum að geta það, þegar þú ert ekki jafn naskur í svo blöð Hann er búin að vera í sig mörg ár, sko Já, herðu En það er alltaf eitt af þessu, það er bull og það er staðfest Styðsta stríð í sögunni stóð yfir í 38 mínútur Mjög stutt 38 mínútur, það er ekki langt stríð Nei, það er svona eitthvað bara Ég veit ekkert hvað stríð er Nei, það veist Gerðist eitthvað, einhver reyf upp síman og sagði, heyrðu, hætti að skjóta okay. Það er komið vopnalía Það er eitthvað svoleiðis Það er eitthvað svoleiðis, sko Þetta er líklega ekki manjur Nei, enda hefði ég ekki verið með gáðunar í það Sniglar taka lengstu lögn allra lífvera Það er nappa og það lengstu standa yfir í 3 ár 3 ár? Já, glemtu því Þetta er Það er ekki napp, sko Nei 3 ár Já, they can nap for almost 3 years Eitthvað annað orð þá, nap Nap er svona Það stóð nap Skrítið síðan svo þetta Það er eins og það er Þú munt bíða hátt í 2 vikur á rauðu ljósi af æviðinni 2 vikur? Já Meðal maðurinn Það er ekkit vesenast þegar maður eftir símana Ég vil meina það að þú megi verið í símanum á rauðu ljósi Bara ekki vera að keira í símanum Þannig að mér finnst ekkert leiðilegt Ég held að það sé samt ólöglegt sko Gert leiðilegra en að þetta vera rauðu ljósi og það er einhver trúðu fyrir fram Akkurat, þetta er gilsarinn ákomið grænt og það var hann en þá Flauta einhver trú Sko, þetta er pottitt gilsarinn Hrekkur á stað og beinskiptum og jafnvel drepur á bílunum og þú fer aftan á hann Þú keirir ekki á neitt Þú ert í símanum á rauðu ljósi sko Það er stopp Þannig þú er bara í símanum á rauðu ljósi og eða flauta á þig þá bara já ok, það er komið grænt, mjess, fyrir áfram Veistu hvað kringlumærabrutinni Mjess Þú veist það er ekki að slasa sig Beiguljósin á kringlumærabrutinni þau eru nákvæmlega svona 10 sekundur Sko, ég er með vinnuröglu því ég er að keira Aldrei verið í símanum því ég er að keira
En ég stoppur auðljósi, ég fyrir beint í síman. Ég rík í hann. Ég er mjög snöggur í hann, sko. Rosalegu fíl Ég held þetta sé samt ólulegt sko. Ert þú lögreglamaður? Já, ég held að sé sko, Nei, ég þú bara mátt svona- ekki vera undir stýri í síman. Stýri. Það er stýrið það ekki þá sé rauðljós. Ok, útskýrðu fyrir mér, Cold Power. Ég sit á rauðu ljósi og skellir mér á Twitter í smástund. Já. Er ég að fara að drepa eitthvað með það? Já, mögulega, allavega úr leiðendum. Já, sem það. Það er, sko, En ég fer ekki síman þegar bíllinn er á ferð. Hvernig getur þú tuðað í mér í símanum á rauðu ljósi? Þetta er samt, þú veist, ég segi bara svo Jim Carrey í hérna Lægi, stop breaking the law, asshole. Já, nákvæmlega, sko. En ég er nokkuð sem að ég sé ekki breaking the law. Já. Það er gott að ykkur lögreglu með að hlusta og myndi kannski heyri í okkur fylgjóðum. Ég senda mig kannski PM. Já, 2 vikur sem þú býður að meðaltali á æviðinni á rauðu ljósi. Það er slæmt, þú getur farið í síman, sko. Næsta, Nerri ferðast á cirka 170 km hraða. Það er óslega hratt. Mjög hratt, það er Já, ég fyrir ekki það að bæta, hvað var í næsta móla bara. Brad Pitt sagðist hafa stundað kynlíf 14 sinnum á einum og sama deginum þegar hann var að deyta Juliette Lewis. Já 14 sinnum? Já, það er heldur mikið, það er bara allir sólarhingur. Já, ég veit að sko Brad Pitt, náttúrulega ekki eðlilega hugulegur. Sko, já, það er mikið sko. Félagi minn reyndar átti 18 skipti. Í sporthúsinu það? Nei, ég bjó fyrir neðan mig hérna eins með lætin? Í Bögur. 8 hvað sér? 18 skipti. 18 skipt? Já, það hringdi ég mig og sagði mér það. Hristan sig 18 sinnum einn og sama daginn. Nei, þetta var sér bara samlíf með mannesku og sjálf og sér 18 sinnum sem er basically pakkaði Brad Pitt saman sem er okkur nema 14 skiptið þarna. En hann var náttúrulega ekki í hérna Brad Pitt var í samlífi 14 sinnum. 100% á því 14 sinnum þá var hann bara að ljúga á einum degi. Já, þá var hann bara að ljúga. Var hann búinn að taka hann að bláa eða? Ég bara er ekki með stellingar eða hvort hann hefði tekið töflur eða eitthvað sko. Þetta var bara 14 sinnum sko. Já, rosalega oft sko. Já, það er rosalega oft. Herðu, sykurlausar gósdósir fljóta á vatni, venjulegar gósdósir sökkva. Helviti góður þessi. Er þetta ekki horse manure? Já, datin horse manure hérna. Þetta lítur að vera eitthvað augljósasta horse manure in the history of radio. Okkur í anskot Diet soda cans float on water, regular ones sink. Já, þá ætlum ég bara að testa þetta eftir. Einmitt. Christopher Walken var eitt sinn ljónatemjari. Hörru, þú nærðið mitt Christopher Walken mjög vel. Nei. Nei. Leð mér að heyri í honum aðeins. Nei. Hann er geggjar. Þetta er ógeðslegt. Þetta er hræðilegt. Taktu henni, Christopher Walken. Mike. Það er bara svo Christopher Walken sem mættir í stúdíu. Can you tell us, did you train animals? Hann var ljónatemjari greinlega. Ekki tekið fram hvenar og hvar, en ég ger nú ráð fyrir þetta að nú verið að orðina ferillin byrjaði að fungera. Ok. 97% af vatni heimsins er ódrekkanlegt. Ok. Þannig að við Íslendingar getum verið bara lítið sáttir. Það er enda mjög mikla líkur á því. Sjórun er ekkert eðlilega stór sko. Já. Eini maturinn sem að rennur aldrei út er hunang. Það skemmist aldrei. Það er svo leiðis. Hunang skemmist aldrei. Okay. Þú veist þetta, þú elskar mat. Elskar þú hunang? Nei, ég er nú engin hunangskall. Okay. Erstu að smyrja þig eitthvað í hunangi? Nei, ég er lítið í því. Sko, ég segi það bara það sem var lesið manure var Við meina eftir. Já, ok. Sorry. Leonardo DiCaprio talaði við eiturlyfja sérfræðing til að undirbúa sig fyrir fræga lyfjaatrið í Wolf of Wall Street. Hvernig hann ætti að leika það, því að Leonardo DiCaprio hefur aldrei prófað eiturlyf. Gæti hann ekki að spurt Jordan Bell og henda mest að kjæfta þessi ég Já, ég aldrei heist að maður skjæfta þér. Já, ok. Hann er með ég og núna sko í penthouse-íbúðun sinni í New York. Ertu að tala Leonardo DiCaprio? Já. Hvað er það ekki mátt taka ég og svo allar þeir Hollywood-leikarar? Það var hann að ljúga líka. Sko, það er 100% rétt samt. Þetta atrið er náttúrulega ekkert eðlilega að fyndið sko þegar hann skríður hérna út í bílinn sko. Gæti ekki talað? Það er að segja hún don't pick up the phone. Og gæinn er bara hinum inn að spjalla við lögregluna. Go home. En gæti hann ekki, þú veist, bara spurt Jordan Belfort að því hvernig þetta var? Þannig að reyta að hann er mitt hann var gæinn sem var lyfjaður þetta? Já.
Ég held að hann muni ekki sjálfur eftir því líka, þannig að hann gæti ekki gefið hann ráð. Þetta var flotti mólar þar David, ég segja sigurlausa dósin sé mest að kjáta þessu æfinni heyrst, en Kolb? Já, ég meina, mest að kjáta þessu sem ég heyrst. Ég meina, annars væri bara sjórinn hérna allur, það væri bara fljótandi dósir út allt. Það er bara svo leis. Þetta villust í okkur báðum. What? Brad Pitt hefur aldrei stundað kynli 14 sinnum á dag. Já, það var líka helviti oft sko. Það var helviti oft. Ertu í alveg að segja mér að sigurlaus Google þetta. Já, ég með á hvað síðum ert þú? Google it. Og þú getur reynt á þetta. En við skuldum lag og ég held ég skuldi Gils þetta lag. Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Hlustaðu á okkur í FM appinu. FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Þakkum ykkur kærlega fyrir það. Það er komið að því að fara í mynduru fyrir Cash og það er ég sem að séum það í dag. Já, takk fyrir það. Það er jafn sjúkt eins og áðan þarna. Það verður verra. Ég lofa þér. Þessi kaffibólli á morgnana, þegar þú ert að semja það helvítis ruslit, hvernig er hann blandaður? Hann er frekar bara sterkur. Það er íst. Nei, það er endur ekki íst. Ekki í morgun allavega. En sko, ef við ekki að byrja fólk að stilla á bylgjuna? Nei, þetta er nú ekki eins og áðan. Þú voru að fara í einkomu, það er aftur sóttvarnarlæknir. Það ekki? Já, bara geggja á bylgjuna núna, stilla yfir. Þetta er sjálfsögðu 3 spurningar og ég byrja ykkur að svara eins vel og þið getið og eins hreinskilnislega og þið getið. Sjálfsögðu. Við ætlum að byrja bara á 30 milljónum. Ég með þær bara hér á lausu. Það eru skattfrjálsar hjá mér í þetta skiptið. Myndið þið synda í vatni /sjó þar sem anakondur, krókudílar, píranafiskur og hákarlar eru meðalannars í 5 mínútur. Akkur í anskotan máttum að gera það? Þetta er hvað geðugur. Hefur þú séð þegar sleppir einhver onni í vatn sem pírannafiskar eru? Það hverfur, það er bara svona eins og hefur sett svona trétrumbi í svona kjartaði í... En af hverju ættu fara pírannafiskar á þau þú ferði í vatn? Er ekki bara það blæður? Það blæði líklega úr því anakonda bítur eða krokodillin sko. Nei, ég er ekki að segja, það er ekki víst að þið verið bitnið þó að sé í vatninu. Nei, heimitt ekki. Þetta er bara svona allegedly eru þarna. Sko, basically að spurja, vil ég fá 30 milljónir en þið drepist? Nei, þetta er gaml. Þið er að gamla. Hvernig eru að gamla? Gaml, ég meina, krókodill er bara þannig og hoppar út í vatn og hann er þar þá bara rannist hann á því, þannig ekki með eitthvað annað. Það er bara stimplað inn í hann, hörðu það, komur út í, besta bítan. Það er ekki spurning, hann sleppur þið bara ekkert sko. Það er hægt að sleppa eitthvað við krokodillega og svona læðist onni, það kemur ekki svona skvamp sko. Nei, það er ekki hægt. En þá er einhver slanga sem kemur líka og síðan tróðfullt af píranafiskum. Já, tróðtu þessar spurningu sem upp í hérna, já. Það sem sólinn skín ekki. Ég er ekki að fara út í vatn með þessu kveikindum í. Fyrir 1 milljón myndið þið setja svona plastkúla á hausinn á okkur eins og í Jackass og einhver gæi rekur við í rör sem fer inn í kúluna. Fyrir 1 milljón. Getur þú verið nískar eða? Þetta tekur nú ekki langan tíma. Þegar maður setja svona glerkúlu á hausinn með túbu og einhver vinuðinn sem er ekki með mataræði upp á 10 er að fara að reka við og það fer inn í kúluna og þú ælir í kúluna og áttu verstadag æðiðinnar fyrir 1 milljón. Já, þetta tekið upp líka. Er ekki lagi með því að Þetta tekur ángrís 1 mínútu. Ertu að djóka á góðu kaupið það? Richard, ég hef gengið fram hjá salerni þar sem þú varst inni að hæja þér. Þú varst ekki með neitt í slöngu upp í nefið á mér. Þú varst ekki að neyða mig í neitt. Ég var ekki inn í neitt í kúlu. Ég var ekki inn á baðherbygginu og ég hefur aldrei orðið að flökust á æfingu. Og aldrei, sko, þetta var svo upplifun sem að ég mun aldrei gleyma. Eða hægt ekkert hérna að koma þessu úr höfðun á mér bara með sálfræðimeðferð, þá er það líklega dýrasta sálfræðimeðferð sem þú ferð í. Og síðan spyrðu hvort að maður fyrir 1 skitna milljón sem er tilbúin að setja glerkúlu og ekki lætu vaða í slöngu undir inni. Ertu ekki lægir? Þetta er 1 milljón. Þetta er 1 milljón. Ég hef átt að fá bara skadabætur på 1 milljón fyrir að gengi inn í þetta skí hérna. Má ég spyrja? Þú veist, þetta tekur ekki 1 mínútu. Þið fá 1 kúlu, það gerist ekkert fyrir ykkur. Þið drepist ekki, sko. Ég var 3 sekundur að lappa fram hjá klósettinu í skaftalíðinni og jú, herru, það er allir búin að ná þessu skaftalíðsgreif. Ég skadaðist víst við það. Það var pottþétt. Og Kolbar var ekkert náttúrulega hjálm og slöngu. Þetta er samt ekki, þetta er bara einhver gæi sem þið þekkið ekki. Vá, heppin. Þetta er versti dýrl í sögu myndir fyrir cash. Hvað þyrftir að fá mikið? Sko, veistu hvað það var að gera hana? Já, ég veit nákvæmlega. Hvað þyrftir mikið? Hjálm. Þú drefst ekki. Það gerist ekki fyrir þig. Ég myndi segja að ég þyrfti
Þú ert að fara að æla allan tíma. Ég hata að æla. Hvað gerist? Já, þá spýtur á gleri. Hversu leiðilegt er að æla? Ágrís. Það er ekkert leiðilega. Já, sko, og beint áfram þetta. Ég myndi vilja 15M á þess að þú skópla þessu. Skópla þessu. 15 milljónir, jésús. Ég að fara í þetta, já. 1M, bara, nei, aldrei. Ok, fyrir 2 milljónir króna myndi þið sleikja allar klósettsetur á karlaklósettinu í Laugardalshöll eftir 10.000 manna tónleika. Hversu nýskur ertu í dag? Vá, hvað þú ert Fyrir heilar 2 milljónir. Herðu, sko Ég veit ekki hvað var að hendi álur upp að þér í þessum dagskóli. Já, meina, þú veist, þú ert ekki að fara að drepast, það er ekkert að fara að gerast fyrir þig. Þú veist ekkert, alla seturnar eftir svona risa hátíð Þetta eru samt bara eitthvað 10 klósett eða eitthvað. Já, og hvað? Og svona, hvað, 10.000 manns? Sleikja, þetta er bara Nei, ég veist bara ég glimt þessu, sko. Bara Það er versti dýl sem ég er ekki að sleika neitt. Nei, ég er ekki að sleika neitt. Ég held að allar að segja kannski hérna bara, hérna frammi, eitthvað svona eitt klósett. Já, eitt salerni eftir eitthvað svona above average hugulegan dreng, þú veist, já, kannski Nei, ég er ekki. Þeir eru líka 15M þarna. Ég er meira þarna, sko. Þetta er eiginlega verra, sko. Þú vaknar á sjúkrahúsi með svona 20 slöngur í æð, eitthvað út allt og í öndunartæki. Það er mjög mikið kúk og piss í kæðis í dag. Ég sé bara líka fólk að stilla á bylgjuna, sko. Bara fólkum að sleikin. Hvað er þetta? Þetta er öndunarvélinn sem ég er í upp á spítala eftir að setja þannig Hlaðvarp FM 95 Blö. Það kom með þeim dagskrálið sem ég kvíði alltaf hvað mest fyrir í þessum þætti hverju sinni þegar ég er, hann heitir Spurt og svarað. Egill, viltu fá trailerinn? Já, takk. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu inspiration gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, muni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svarað. As the man who is fearless. Já, þetta er 2, sko ég valdi 2 að handahófi. Ég reyndi svona í fljótu bræðir en að þið ætlaði báðu þurfa að svara einhverju. Ok. Það er skemmtilegt þau leysum vandamáli fyrir sko hlustendur. Reynum þetta. Svo leiðilegt þegar að fólk sendir spurningu og það er ekkert leyst. Já, ekki samt þegar að selja þetta eins og fólk sé að sendin, þú veist, vita þetta allir. Sko ég er Þetta er sammálaðu, við ætlum að leysa vandamáli fólk. Já, Leysa hjá vandamálið. fólki, já Þetta er 2 spurningar. Sælgilsari. Hörru, ég er með frekar barnalega spurningu í dag en vona að það sleppi, segir hann. Málið er að ég er vinnustæða grínarinn hérna í vinnunni hjá mér. Ég er lagergómur og á Neskupstað. Ég er ofta að grilla í vinnuféljónum. Daginn setti ég fisk inn í skápinu og nonna hérna á liftaranum. Það slóði gegn, grenju allir úr hlátri yfir því. Og málið er að salernið fyrir okkur lagergómana er við hliðin á skrifstofunni hjá aðstofa lagerstjóranum. Þess lagergómandi verða að hægja sig þar. Við viljum ekki hægja okkur á efri hæðinni. Það sem skrifstofunar eru, því að það er above our pay grade. En málið er að aðstofa lagerstjórin er ofta grill í mönnum. Alveg svo mér. Og mér langar að ná honum almennilega. Og málið er, ef ég næ að hægja mér vel í salernið við hliðin á honum og sleppa sturtar niður, voru góða líkur og lyktin fari á salerninu inn á skrifstofu til hans. Og það segir ég sjálf að það var eitthvað fyndið. Vandamálið er að ég er á nokkuð góðu mataræði og það er ekkert svo mikið lykt af kallinum. Það er ekkert svo mikið lykt af kallinum. Gætur þau spurt Richard hvað hann var að éta þegar hann hægði sér í skaftahliðinni þegar hann leiði næstu því yfir kólbaran. Það var frábært, ég geti fengið að heyra hvaða mataræði það var því að þá geti ég hent mín aðeins á lagerstjórunum. Hvað er nonni Nesk? Já, ok, nonni Nesk. Þetta er mjög einfalt. Mataræði þarf að vera bara mikið hveiti, eins og pizza og hamburgari og
Mikið af frönskum og svona dóti. Það framkallar þetta ekki sko. Víst að gera það víst. Ég get alveg sagt hvað er nonna Nonni minn Við getum líka bara sendt skilabóð á mig beint og við getum farið yfir þetta saman en málið að til þess að ná þessu sem að Richard náði þá þarfst að gala opnaðu raskatið leifa rottu eða einhver öðru dýri að skríða þar upp steindrepast og vera þar allavega í svona réttum viku síðan máttu fara aftur og hæja þér á þessu klósettið hann uppi En á ég segja ykkur samt grín ekki grín, á ég segja ykkur bara sannleikan Ég var búin að vera ógeð, ég var okkur svona eggjapróteini bara svona, þú sem ég kefti bara í svona í fæðubótarefnabúð Ég var actually komin í átak Ég vil bara hægt að taka þetta No shit Býtu, en það er laust Já Nonni, mástu hvað eggjapróteina var eða? Ég man ekki alveg frá hvað fyrirtæki það var En þetta var svona eggjaprótein, svona næturprótein Og hljókstu á salerni og hafðir þeirra, var þannig? Nei, það er ekkert svo lesen Og loka þessu fyrirtæki sem framleiðir þetta prótein En þú varst að labba fram í hann Ásgeir og það var loku hurðin satt Ég held ég var einn í húsinu Það er búið að íkja söguna heldur mikið í gegnum tíðina sko. Og ég alveg það hafði eins og einhver hefði slegið mig fast í andlitið Og síðan einhvern veginn svona gekki í gegnum svona eins og að maður sér í bíómyndu svona hitin sem kemur frá götunni Já, það er búið að íkja söguna aðeins en hérna, já, en nú er ég búin að leysa málið, getur þú farið í næstu spurningu? Myndur þú segja að Valdís ætti skilið The Pulitzer að búa með Richard? Það er engin lykt að mér, bara ekki nokkur einasta, þetta var bara greinilega vont skiptið þarna Það heyri Valdís í fljótlega Ég hef farið á eftir þér í sporthúsinu, þú ert ógeðslegur Svo ert alltaf hægjandi á veitingastöðum þegar maður farið að borða í hátinu hverfur alltaf og að þú gerir þetta ekki annars þar Og þegar þú komið ára sér á mig, ég er bara spyrill hérna þessari keppni Þetta er ekki sem keppni, þið spurt að svara Nú koma spurningum á 2 Og ég gæti með á Richard en ég er ekki alveg 100% á því maður sjá Sælifélagar Ég heyrði í ykkur daginn þegar voru 3 og ég þakka kærlega fyrir þá veislu Gott að hafa svona öfluga menn til að mæta þegar Stóni og Blöð er í frí Smá hrós hann Já, takk En ég heyrði síðast að hann Ásgeir baðar svolítið Hvað, ég er að lesa spurningu Já, ég er að hlusta bara Já, ég er að lesa spurningu Og málið er að ég er mjög graður Já, smart hjá hann Þetta er fínt Ég er mjög graður Það segir eitthvað Og single Ég deyta mikið Er nokkuð hugulegur Kannski ekki eins og Kolbarinn en samt hugulegur Það er nokkur date bókuð í vikunni En mér langar svolítið að lífga upp á stefnumóti hjá mér Og mér varst þetta hljóma svolítið skemmtilegt Þetta Kolb koncept Að baða dömundar Geti gefið mér okkurna sérstu hérna á Bíldudal Bíldudal? Hann á heima þar kærlega smettari Baða á Bíldudal, já Samt smá vesinn Ég er bara með venjulegt bað hérna heima Ekki hotbaðkar Þannig að það er frekar lítið Það er raun ekki fræðulegur að fara bæði í baðið Og ég er að velta fyrir mér A. Er hotbaðkar nöðsynlegt B. Sat Kolb á stól við hliðun á baðinu eða var hann á hnjánum C. Nota ég svamp D. Er í lagi að kveikja á kertum og setja á baðið E. Ef það kveiknar í hárun á einhverjum, hvað þá? Og væri frábært að svara við öllum með spurningum Hvað er Baddi Bíldó? Það er helviti mikið af spurningum hjá hann Baddi Bíldó? Já, bara Já, það er svona ánað með að skuli leggja svona mikið metnað í þetta sko Sko, já ég Sko, málega er Baddi er í vesinni hana Já, já Og við erum að leysa þetta er bara venilegt bað Kveikti Baddi í hárun á konu? Nei, hann er bara, ef maður getur landið í Hvernig leysa hann það? Já, ég minna að þú ert náttúrulega í baði þá lítur að leysa það með að dýfa höfðun hún í bað það lítur að segja sig alveg sjálf sko Hefur þú kveikt í hárun okkur? Hvað ætti ég að hafa kveikt í hárun okkur? Nei, ég er bara að spyrja Skrítið hann hafi komið með þetta, Gilsen? Nei, ég menn það er og fólk setur kerti átt og bað og eitthvað það getur verið að það getur kveiknað í einhvern ég veit það ekki Hefur það gerst? Já, örugglega Þannig að hérna en sko hotbaka, ég veit það ekki ég bara ég bara fikra sig að fingurum fram í þessu sko það hljóma allt vel hjá honum svampur Hvernig slöktur í hárunu á Slökti ég? Já, ég kannast ekki við það vandamál sko Nei, gerðist þetta ekki á þeirra? Þetta? Akkur þetta hafa gerst á mér? Ég veit það ekki, skrítið að Gilsen hafi komið með þetta Nei,
Þetta bara pælingar hjá honum Þetta Bíldó Þannig að nei, þetta bara að gera bara fikra að sjá fram í þessu Mér finnst eins og hann síðan nokkurn veginn með þetta á hreinu Fikra að sjá fram í þessu, já Þetta er svona svo Kolbænin sé ekki að leysa neitt þarna Plús að ljúga held ég sko Nei, Batti Bíldó, ég vona að það hjálpa þér eitthvað Áfram gakk Ekki bara Böndi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Bullandi sumar í þessu hjá strákunum í Skímó Aldrei ein verða á aldamóta tónleikunum Já, ykkur er aðeim úr Skímó Ásamt fleiri Þetta er í kvöld Já, það er Ég held að séu til ykkur meðar í kvöld inn á tix.is En uppselt á morgun Það verður rosalegt Já Svakalegt sko En byrju, sko Er þetta ekki fyrstu tónleikarnir í Hörpu núna bara síðan eitthvað? Þetta er orðið ansi langt Hversu síðan mikið lið, þetta verður alltaf landsliðið mætt þarna Já Sko, er valuð í Bötsu Cup að vera að taka Endless Nightsur þarna í kvöldu Er hann að gera það? 100%. Já, hann er að fara að gera það hann var að fara að gera það Það var allt vittlust Já, hann er að fara að taka endalausar nætur Ertu að ljúga það? Nei Og ég held að Íris í Buttercup eru hérna Ég held að Hreimur, Viggi, Jónsi Það er bara all landslið úr þessum bransa Það með að það verður engin svikin á þessu Líka hversu gaman verður að fara tónleika loksins Já, ég samanlega Ætlaðins í sig og Já, fólki langar að gera eitthvað Þetta er leiðilega mánuði Það er líka geggja veður úti og Já, geggju helgi framöndan í veðri Það er gott veður á morgun og síðan sé ég hérna meira sjá að veðurspánar Við erum að tala 18 stig jafnvel á sunnudag Já Hvað er það? Það er nefnilega bara á morgun Það er möguleik Já, þú veist 18 á sunnudag því er 18 á morgun Það er bara fleis Ég er að fara til Coldfather í party á morgun Þannig að þú veist, það er bara Það er óregla morgun því miður Það er að tilla okkur út á svali svona hvað? 4 leitið? Já, hvenær byrja partíð? Já, bara byrja þegar þú sparkar upp hurðinni Og þú ert semst að halda Þið er að halda partí Já, Ammali á frúni Og verða margir eða? Já, ég er sættulega það Cold kann að halda a party Hún er svolítið dugluð með svona krabvél Svona áfengis-krab Já, það er þægilegt í notkun og skila góður á málungri Já, bara eins og þú farið í ísbúð nema hann er bara að gera það íst Já Það er að skemmtilega við Kolbar Og að gera íst er sem sagt að henda fullt áfengi út í það Já, það er svolítið Já, hann laumar ekki út í það En hvernig helgin hjá menn Richards? Herru, ég væri á leiðinni þarna morgun En ég er að skemmta morgun Mitt fyrsta gig síðan í mars Já Er að fara að veislustýra í brúðkaupi Og henda mér á græðuna líka Og ég hlakka bara pínu til Já, gaman Alltaf gaman í brúðkaupi Já, það er alltaf gleði Það er aldrei dauðstundar Skúfan kvartar ekki við því Hún er búin að vera helviti pyrru skúfan Það er ekkit heldur langt síðan að hafa verið laumað ykkur í sig og hún er vel þreytt Það er svo á morgun ætlum að minna á Sjáðu. Hver er í Sjáðu hér á morgun? Já, hörðu alveg rétt, já, Jóhannes Haukur á morgun Johannes Hawk Fellow actor Já, fellow actor Hvað betur við? Gilsarni leikari Já, meðan sjátturleik Ok, voru þið saman í leiklistaskóla? Við erum bestu vinni í dag Já, nei, hann er á morgun Það eru mjög marga góða Hann er náttúrulega Hollywood-leikari Hann er ekki bara einhver svona íslensku gómur sem að leikur í einni og einni mynd eða í þjóðleikhúsinu Hann er að leika í alveg Hollywood-myndum Það verður líka gaman að vita hvað eru svona hans uppáhalds gamanmyndir og eitthvað svona Já, við fyrum aðeins svona öðru í sér leiði í þessu á morgunna því hann hefur leikið í svo mikið af Hollywood-myndum og þáttum og fáum líka að vita hvað hann er kallaður erlendis Hann er ekki kallaður Johannes Hawk eins og ég var að vonast til því miður Ekki kallaður Johannes Hawk Og síðan sagði mér þetta eina sögur sem er af Sveppa Ég ætla að tísa hana Já, tísa hana, það er bara að segja hana Sveppi fór einu sinni í bíó og það var þegar Usual Suspect var í bíó, rosalega góð mynd og ég ætla ekki að segja þetta allar leið vegna þess að það eru alveg fólk hann úti sem eru ekki að segja Usual Suspect og þarf að sjá hann, alltaf geggjum mynd Þegar hann kemur út myndinni og öskar yfir allar sem bíða í röðinni hver sé aðal stólkurinn í myndinni Já, þegar fólk er að labba inn Já, fólk er bara að labba inn, búið að fá sér pop og tilbúið að tilla sinni í sal fær upplýsingar þetta Eyðilaði myndina fyrir heilum bíós Já, Jóhannes sagði, þetta heyrði ég þannig að ef það þarf að afsanna þetta þá þarf Svepp að gera það Já, Mushroom Já Elskar Mushroom Þetta var gert henni svona mig, ég var að fara á Zorro þá hringdi vinur minn í mér og segja Zorro, láta vita að Zorro deyr Já, það er enda kannski ekki voðaleg svekkels í því ég held að mann ekki svona eftir Zorro
The Mask of Sorrow með Banderas og Anthony Hopkins, geggjum mynd sko. Já, reynda var, Anthony Banderas enda rosalega hugulur sko. Rosalega hugulur. Egil er alltaf í þetta, hann er rosalega hugulur. Rosalega hugulur leikar. Svo það komið málnleika við. Þetta er í opinni dagskrá, 5:06 morgun. Minnum á það, við segjum góða helgi, kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta þáttinn, hann fyrir heilsinni inn á vísir.is strax eftir þátt. En þetta var að vögga í kvöld, Richard? Nei, rólur í kvöld. Beint heim í... Það er bara smá matur heima og... Nú, hvað, þetta bjóða okkur í matið? Já, bjóða bara familjen í mat og svo er ræs klukkan... Familjen? Eru stálsnývapör eða hvernig eru nývapör? Ég er búin að rífa mig vel í gang með þetta. Mástu þú bauð skilsana í mat og var plastnývapör? Já. Ég ætla að fara heim og kveikja á grillinu og setja hérna jalapeno Ali grillbringunar, shit hvað það er mjúkt og gott. Það er málega, það er ekkert eðlilega gott. Ég er bara í það, kannski maður fá eitt light smuðputun fyrir Hvernig bringur? Kjúklingur eða? Já, svona Ali, svona jalapeno maður er eitthvað grilllína hjá Ali sem er eitthvað best að ég smakka á æðminni sko. Og sér ég var að vakna snemma og gera mig klána fyrir Kolb. Ég vakna 6:30 ræs í fyrramálið, það er gólmót með I Ain't Got The Weatherman. Það er alvöru gólmót á morgun. Þannig við segjum góða helgi, kæra fólk og þátturinn verður fullmannaður næsta föstudag, síðasti þáttur fyrir frí. Hlaðvarp FM 95 Blö.